Komið þið sæl. Skulum byrja á því að líta hér á veðurtunglamyndina sem var tekin hérna klukkan 3 í dag. Við sjáum hérna þetta sem svona viðlóðandi strönd Grænlands. Þetta hafís eða leifar hafísi sem eftir eru og verða eitthvað fram á sumar að klárast. En þetta bláa sem hér yfir norðanverðu og austanverðu landinu eru él og svo eru svona smá ís í toppunum og skýjunum sem við sjáum hérna á suður- og vesturlandi eða suðvestur- og vesturlandi. En þetta síðan lægðin sem var að myndast hér suðvestur á landinu í gær og hún að stefna á svona norðaustur og yfir Færeyjar, en við lítum nú betur á það á eftir. Þannig að nú skulum við þá líta á hvernig staðan og við sjáum hér lægðina og hún að stefna hérna til svona norðausturs og það mun kólna dálítið á Bretlandseyjum, sérstaklega svona Skotland, Írland og Norður England þegar í kjölfarið. Svo þessi hæð hér annað kvöld að setjast hér svona suðvestur af landinu og hún mun stýra svolítið veðrinu hjá okkur næstu helgi. Þannig að það svona það sem einna markverðast í þessu. Hins vegar má segja að það sé ósköp lítið að gerast á hitasviðinu hjá okkur. Við erum inn í þessum bláa lit, en það svo sem hvorki að kólna né hlýna í þessu. Þetta bara svipað, en það ekki fyrr en þá á föstudag. Þegar við sjáum hérna nú farið að leita svona ljósblái liturinn hérna upp með suðausturströnd Grænlands og það mun skila sér til okkar á föstudag laugardag. Svo þá veðrið í kvöld, nótt og í fyrramálið. Það þessi éljagangur ennþá hérna á norðaustur og austurlandi sérstaklega og eitthvað suður með austfjörðum. Þannig að yfir nóttina þá þetta alltaf snjóél, en svona yfir hádaginn getur þetta orðið svolítið slitukenndar og jafnvel að fara yfir í skúri. Hádegiskortið á morgun þá þessu líkt. Vesturhelmingurinn býsna bjartur, það verður eitthvað lágskýjað, svona svolítið að lágskýjum allavega svona inn á landi á norðvesturlandi, en ekkert sérlega mikið og ætti að brotna ágætlega upp á milli, en almennt verður býsna bjart hérna annars á sunnan á vestanverðu landinu, en áfram verður þá svona viðlóðandi einhver smá él á norðaustur og austurlandi og suður- og austfirði. Og ef við lítum þá áfram hvernig þróunum verður þá yfir til föstudags, að það dregur smátt og smátt úr éljónum, það léttir enn með frekar til á landinu, en svo sjáum við að bakkinn hér vestan til svona að skríða inn og kemur inn hérna aðfaranótt föstudags, föstudagsmorgun. Þannig hádegi og föstudag þá staðan þessu líka. Það svona smá væta með þessu, en þetta svo sem þarf ekki endilega að hitta á þessar stöðvar sem eru sýndar hér, en það svona viðbúið að gæti orðið einhverjir dropar á föstudaginn. Annars verður svona nokkuð bjart. Það ennþá svona eimir á norðanáttinni hérna allar austast, þannig að hún nú býsna svöl, en þetta nú ekki háa hitatölur upp í kannski 5-6 stig, býsna víða. Og síðan á laugardag þá hæðin svona áhrif hennar fara að gæta lítið meir. Þetta nú sára lítil úrkoma sem í þessu, svona rétta vottar í þessu. En nótt þess að það verður þá allavega frekar lágskýjað og hitinn svona 2-6-7 stig áfram. En það svona konar rauða tölur á mest allt landinu með þá hálendið. Og á sunnudag svona kannski ívið meiri úrkoma, en spári eru dálítið að breytast fyrir helgina, þannig að skulum ekki alveg örvænta með það hér á suðvestanverðu landinu. En ágætlega svona sæmilega bjart getur við sagt og ennþá þá hitatölurnar kannski heldur á uppleið svona víðast hvað, þannig að þetta svona kannski 3-9 gráður eitthvað svoleiðis. Evrópa á morgun, við erum með þessa stóru lægð hér svona milli Skotlands og Íslands og svo hins vegar í bara meira og minna á öllu meginlandinu mjög óstöðugt loft. Það einna helst sem að kemur hérna niður til Grikklands og Tyrklands, það verður heldur rólegra og sama með Suður Ítalíu, það svona heldur rólegra þar líka. En við sjáum hér við strönd Norður Afríku býsna mikið af skúraleiðingum, þannig að þetta mjög óstöðugt og hitatölurnar kannski ekkert alveg stórkostlegar fyrir vikið. Og nú Íberíuskaginn, hann var nú góður í gær, en það að segja í dag. En spáum fyrir morgundaginn hins vegar snöggtum meiri úrkoma, þannig að það viðbúið að verði frekar blautt og það þá einna helst hér í Andalúsíu og suðvestur Spáni þar sem að gæti orðið svona þurrt og ágætlega bjart. Kanaríeyjar þeir fá nú sinn skerf þá líka af óstöðugu lofti og einhverja skúraleiðingar svona á þeim slóðum, en ekkert sérlega mikið samt. Og þá endum við hér að fara vestur haf og það skilin hér við austurströndina svona að sleppa landi og þetta dregur úr þessu jafnt og þétt, en það kröftuga skúrir þar sem að ná inn á land. Og svo Denver á morgunni gert ráð fyrir hiti verið komin í 17 stig, en hann nú allar nema 3-4 stigum í dag hins vegar, þannig að það töluverð breyting á þeim slóðum. En þá verður þetta ekki lengra hjá okkur í dag. Verið sæl.